Góða kvöldið og velkomin í kvöldstund í Lindakirkju á 4. sunnudegi aðventu. Við ætlum að eiga notalega stund saman í kvöld
heyra Guðs orð og syngja saman jólalög, en það eru þau Óskar, Gógó og Þórdís sem sjá tónlistina í kvöld. Við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman. Við segjum Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, við þökkum þér fyrir að þú ert með okkur alla daga og allar stundir. Við biðjum þig að blessa þessa stund og mæta okkur hverju og einu á þann hátt sem við þurfum. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Í Lúkasar Guðspjalli segir: En í 6. mánuði sendi Guð Gabríel engil til borgar í Galileu sem heitir Nasaret, til meyjar var föstnuð manni sem hét Jósef af ætt Davís, en mærin hét María. Og engillinn kom inn til hennar og sagði: Heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, Drottinn með þér. En María var hrædd við þessi orð og hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Og engillinn sagði við hana: Óttast þú eigi, María, því þú hefur fundið náð hjá Guði. Þú munt þunguð verða og son ala, og þú skal láta hann heita Jesú. Aðventan ber með sér von, gleði og fyrirheit að allt fari vel. Og nú á þessum skrýtnum tímum þurfum við kannski sérstaklega að halda fast í það. Jólin í ár verða með breyttu sniði hjá mörgum okkar. Þau verða lágstemmdari, en það þarf ekkert að vera verra. Nú gleðjumst við með okkar allra nánustu
þeim sem við erum með inn í okkar jólakúlu. Og í stað þess að hugsa allt sem við förum á mis við þessi jól, þá getum við hugleitt og þakka fyrir það sem við höfum fengið. Við höfum fengið tíma að gjöf. Meiri tíma til að njóta með okkar nánustu og meiri tíma til einveru. Hversu oft á liðnum árum hefur maður ekki kvartað undan tímaskorti. Það svo margt sem þarf að gera á aðventinu og jólunum, þeytast á milli búða, jólaboða, tónleika og skemmtana, sem allt gott og blessað, en nú þegar okkur stendur það ekki til boða í ár, eða allavega ekki sama mæli og áður, þá höfum við þess í stað öðlast meiri tíma og fyrir það getum við þakkað. Á aðventun gott að nýta þennan tíma til að líta inn á við og hugleiða hvert hlutverk okkar í þessari veröld. Erum við á þeim stað sem við viljum vera á í lífinu? Einhvað sem við viljum breyta? Og við getum nýtt tíman í bæn og hlustað eftir vilja Guðs með okkur. María fékk köllun til að vera móðir Jesú. Hver þín köllun? Hefurðu gefið þér tíma til að spyrja Guð? Guð hefur fyrirætlanir fyrir líf okkar allra, mitt og þitt. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Það veit okkur vonaríka framtíð. Á hverjum degi erum við kölluð til góðra verka og allt í kringum okkur, í okkar samfélagi, fólk sem þarf á okkur að halda. Fólk sem býr við skort, einmanaleika, fólk sem þarf að brosi þínu og hlýlegum orðum að halda. Og í okkar nánustu fjölskyldu ef til vill fólk sem þarf á tíma okkar að halda og meiri samveru. Og það ef til vill það dýrmætasta sem við getum gefið. Tími.
sem að eftir opið stóð. Ertu sá sem beðið var, ertu bæna minna svar, þú minn eini son, þú heimsbyggð gefur von. Ertu jólastjarnan mín, frið mér færir á sín þín. Kom þú litli engill, höfuð hvíl mín móður fá. Hver á þessi augu og litla brosið bjarta, vel af Guði gerður, fæddur var í Betlehem. Við skulum biðja. Drottinn, þakka þér fyrir að við getum leitað til þín með alla hluti. Viltu opna augu okkar og eyru fyrir vilja þínum, Drottinn. Viltu fylla hjörtu okkar og heimila friði þínum, gleði og kærleika yfir jólin. Og allar bænir okkar felum í bænir sem Jesús kendi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frels oss frá illu, því þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Og nú fer að líða lokum hjá okkur og við í Lindakirkju viljum óska ykkur öllum gleðilegra jóla og við ljúkum stundinni með laginu Ósk gleðileg jól. Smjúgt drífa yfir grunn.
björtum augum speglast jólaljósið milt og jólasveiki fer nú fljótt á stjá sem flesta krakkana